ykkur hafa þetta á háma. Nákvæmlega. Heyrðu, Snædís Ögn Flósadóttir, takk fyrir að koma, framkvæmdastjóri Eftirlaunasjóðs félags íslenskra atvinnuflugmanna, EFIA og LSBI og lífeyrisauka sem ég sé reiknasjóðurinn, sem ég reikna nú með að kannski svona mesta spurningar snúist svona ef við erum að hugsa yngri hópin. Við förum alveg klárlega þangað, við gerum það kannski svolítið svona í lokin á þessu, en takk hérlega fyrir að koma, gaman að fá þig. Heyrðu, bara alltaf gaman að koma, takk. Ef við byrjum á byrjuninni, þú býrð í Hafnarfirði núna, já, en þú ert hvaðan? Ég er ekki frá neinum stað. Það er nú kannski það sem er pínu skandið. Jú, ég á örugglega eftir að rekja á einhverja staði og hef gaman af því, en ef maður skoðar svona hvaðan maður er, þá er þetta snýst þetta yfirleitt svona hvar varst í leikskóla og grunnskóla og eitthvað svoleiðis, sko. Og ég er sem sagt læknabarn og elst af 5 systkinum og kem til frekar snemma í starfsferli föður míns og móður. Og mér skilst að þetta sé eitthvað svona sem öll læknabörn sem að koma til snemma í ferli foreldra sinna kannast við, að við fluttum endalaust. Þegar ég bjó á mörgum stöðum í Reykjavík og svo bjó ég Borgarfirði Eystri og Dalvík og Selfossi og Hafnarfirði og Noregi. Já. Þannig að en ég enda mína æsku í Hafnarfirði og æska mín tekur mjög snöggan enda og ég hoppa frá því að vera skólingur og yfir í fullorðinsárin tiltölulega hratt og enda semst æskunum minni í Hafnarfirði og starta fullorðinsárunum þar og hef bara verið þar síðan. Þannig að ég segi oft í gríni sem að en svo sem ekki grín, ég er alveg vissum ég hef klúðrað fleiri hlutum, en segja oft í grín að það eina sem ég hef klúðrað í uppeldinu á mínum börnum er það að þau hafa í rauninni aldrei þurft að flytja. Já. Við erum bara búin að búa í Hafnarfirði og þau hafa bara verið í sama skóla og allt frá upphafi, sko. Já, maður veldi fyrir sér hvort það sé gott eða hvort það sé slæmt, ætli það sé ekki bara... Ég held að séu kostir og gallar með báðum. Já, mér finnst ég í rauninni hafa bara grætt heilmikið á þessu brölti í foreldrum mínum, að hafa flutt svona mikið og hafi bara tekið jákvæða hlut út úr því. En á móti kemur að þau fylgir því auðvitað heilmikill stöðugleiki. Akkurat. Að vera svona á sama stað, vera búin að kynnast foreldrum barnana sinna og búin að þekkja foreldra vina barnana meina ég frá því nánast áður en að börnin fættust, sko. Já, akkurat. Það er heilmikill. Það er kostur. Það er heilmikill kostur. Já, algjörlega. En þú segir pabbiðin læknir. Já. Hvað gerir mamma þín? Heyrðu, mamma er listamaður. Já. Listakona, myndlistarkona. Og hún var megna af minni æsku, þá var hún heimavinnandi. Það var þannig á þessum tíma að ef þú eignaðist 4 börn á 5 árum, þá þurftur að vera með svakalegar tekjur til þess að það borgaði sig yfir höfuð að fara út að vinna. Einmitt. Þannig að hún var heima og sinnti okkur alveg gríðarlega vel, afskaplega þakklátt fyrir það. Og en svo gerði hún allt mögulegt annað, hún var dagmamma á þessum tíma líka sem að ég hef mitt bara krossað mig í bak og fyrir þegar ég hugsaði það að vera með 4 börn fædd á 5 árum og vera svo líka dagmamma á daginn. Ja, það er rosalegt. Það er svakalegt. Það er rosalegt. Já, hún gerði það og svo var hún með trölladegsnámskeið og svo var hún alltaf að mála og svona, hún gerði allt mögulegt, mjög margt. Einmitt. En var ekki í þessari svona típisku 9-5 vinnu, sko. Nei, einmitt. En hvernig myndir þú segja, voru til peningar? Heima? Nei. Yngri? Nei. Það er náttúrulega, við sem sagt komum til, pappa mamma eignast okkur fyrstu 4, litla systir mín sem kemur nú með 5 í röðinu, hún er svo miklu yngri, hún kemur seinna, eignast okkur fyrstu 4 á 5 árum, á akkurat þessum 5 árum sem læknisfræðinámið er. Einmitt. Og ég er auðvitað gríðarlega þakklátt foreldrum mínum fyrir að hafa gert það, vegna þess að þetta er æðislegt að vera í svona systkinahóp sem að svona stutt á milli allra og við erum þéttur og góður hópur. Akkurat. En ég veist að það hefur verið þeim alveg gríðarlega erfitt. Já. Alveg örugglega, þó þau hafi nú aldrei kvartað yfir því, sko. Nei. En við náttúrulega bara bjuggum í mann þegar við vorum stuttu eftir að bróður minn fæðist, sko, sem er 4. í röðinni, að þá búum við í lítilli íbúð á gömlugörðum, sem voru svona stúdenta íbúðir og eru ennþá. Já. Og við vorum sem sagt öll 6 í einu svefnherbergi. Pappum, akkurat. Já, einmitt. Já, og ekki stóru herberginu sinni, sko. Pappa og mamma voru í hjónarúmi og svo var Karl bróðir í rimlarúmi, eðlilega. Systur mínar 2, þær voru í koju
og þá var ekkert pláss eftir neinstaðar á gólfinu, þannig að rúmið mitt, pabbi og lausnameðaður, það var boltað í loftið og ég klifraði upp með kaðli. Það er rosalegt, það er alveg rosalegt. Og svona bara en samt bara stemming í því væntanlega, geggja, klifra kaðlinn og svona fara að sofa. Já, algjörlega, mér fannst þetta bara frábært og bara huggulegt að vera öll saman og svona mikið öryggi því fyrir lítil börn, örugglega ekkert voða gaman fyrir pappa og mömmu, en þú veist, frábært fyrir okkur, sko. Akkurat. Og mér fannst þetta bara skemmtilegt, sko. En þannig náttúrulega var þá, ég meina þegar að þú eignast svona mikið að börnum svona snemma og ert í námi og það svaraði ekki kostnaði fyrir mömmu að fara út að vinna þó hún hafi skapað heilmikla tekjur með öllu mögulega öðru, ég segi það ekki, að þá er bara dýrt og erfitt að vera til á Íslandi, þannig að það var, við áttum alltaf einhverja, þegar við loksins eignuðumst bíl, sko, þá var það bíl sem að helst, sko, drap á sér á rauðu ljósi. Og við vorum alltaf sérfræðingar í því að hoppa út og íta honum í gang bara svona hér og þar í bænum, sko. Það er rosalegt. Þannig að hver króna hefur skipt máli. Já, virkilega. Og fékkstu þá einhverja fjármálafræðslu? Kannski ekki beint svona sem, ég veit ekki alveg hvernig maður á að setja það fram, ekki fræðslu sem slíka að pappa og mamma hafi sest niður með okkur og farið yfir svona hvernig maður heldur heimilisbókhald. Ég held að fæstir geri það. Já. Sem ég samt mæli með að gera með börnunum sínum þegar þið eldast, sko, klárlega. En það sem að maður kannski lærði gerðist svona meðvitað eða ómeðvitað hjá foreldrum hans var bara það að það skipti máli, hver einasta króna skipti máli og þurfti að velta henni fyrir sér og það sem að ég kannski tók út úr uppeldinu svona fjármálulega síðan sem ég held að skipti einna mestu máli og maður getur byggt hansi margt ofan á, sérstaklega þegar maður síðan sjálfur að koma undir þessu fótunum og stofna heimili allt of ungur er að geta greint á milli, sko, gerfi þarfa og alvöru þarfa. Já. Og læra að sætta sig við það og finnast það bara allt í lagi að sumt bara hreinlega geti maður ekki eignast og annað muni bara taka mjög langan tíma. Einmitt. Þú veist, ég mælti mér eftir því að þegar ég var 8 ára eða 7 ára þá langaði mig einhverjar hræðilegar appelsínugula röndóttarbuxur sem að vinkonum mínar áttu og sko hræðilegar en þá var þetta bara það bara snýrist allt þessar einu buxur sem ég langaði svo svakalega mikið í og og þær bara kostuðu það mikið að þetta var ekkit inn á budgetinu, við fengum aldrei ný föt, þú veist, það var ekki þannig mamma saumaði og fengum notað og eitthvað svona en þetta skipti mig einhverju hjartansmáli þarna þegar ég var 7-8 ára gömul og þá sem sagt sömdum við það, þá var ég ekki farin að fá vasapening en við fekk einhvern smá vasapening á föstudögum, það var ekki mikið, það verið 100-200 krónur og hljóminu séu rosalega gömul, þetta er ekkert langt síðan og svo fengum við föstudags nammi á föstudagskvöldum, bara svona pínulítið í grænan poka og ég samdi við satt pappa og mömmu það að ég myndi safna þessu, þau söfnuðu þessu fyrir mig einhverja 2-3 vikur, svona þegar þú 7-8 þá getur ekki alveg beðið í 2 mánuði eftir buxum, sko, þannig ég samdi frá mér, sko, föstudagsnamið og peningi næstu 2 mánuði og fekk buxurnar og þau stóðu við það, þú veist, ég fekk ekki namið þegar hinir fengu og ekki föstudagspeningin en ég fekk buxurnar. Ertu góð að semja? Já, ég held ég sem verandi elsta systkina 5 að þá gerist það held ég ósjálfrátt. Já, einmitt. En manstu hvað þú gerðir þá til dæmis eins og við fermingarpeningana þína? Já, ég man það mjög nákvæmlega. Já. Ég keypti mér reiðhjól sem að mig vantaði. Ég átti ekki reiðhjól þegar ég fermdist og það er hann einróma kraftgalla sem að allir áttu á þeim tíma og efni í aðra umræðu úlingamenningu sem er sem betur fyrir breystir batnaðar, ekki þessi neitt af þessum kraftgalla en ástæðan fyrir því að hann þótti frábær, hún er náttúrulega hræðileg. Ég verð að fá að vita, þú verður að segja mér. Já, ok, þú hefur ekki heyrt það. Nei. Þegar ég er úlingur og þetta hefur nú sem betur fyrir breyst og það er ekkert voðalega langt síðan, þetta er hann í kringum árin 96 til 98-9. Já. Þá er ég í úlingadeildi í grunnskóla. Á þeim tíma þá var úlingadrykkja gríðarleg. Það var bara þannig að helmingur allra krakka í 8. og 9. bekk var bara ofurölvi reglulega. Sem hefur sem betur fyrir breyst, mjög mikið og bara þekkist ekki lengur þó að segja svona 1 og 1 að þá, þú veist, þetta er ekki svona en þá þótti og nú er ég ekki að lýsa skoðun foreldra minna svo ég haldi því nú til haga, þá þótti svona almennt bara dálítið heppilegt að þessi kraftgalla
gallar sem eru þessi rosalegu kuldagallar hérna sem að, einmitt. Væru í tísku vegna þess að þeir myndu þá halda hita á börnunum þegar þau drápust áfengisdauða út í brekku. Akkurat. Jesús! Já, þetta er alltaf bara hræðilegt. En þú sem sagt keypti þennan galla fyrir fermingarbyrjum? Já, ekki til þess að drepast út í brekku, bara svo höldum því til haga. Það var ekki markmiðið, ég vildi bara vera í tískunni. Þú hefur farið á reiðhjólinu með pelan í gallanum. Nei. En þetta var semst tísku, það var náttúrulega alls ekki þannig að hvert einasta úlingabarn sem átti kraftgalla væri endilega að drepast út í brekku, en það var samt svona, þú veist, umræðan var víst svolítið á þennan veg að það var heppilegt að þetta væri tískan. Við erum komin hvert býttu við. Já. Mér langar að spyrja út í besta ráðið sem þú fengi í fjármálum. Bara besta yfir höfuð. Besta yfir höfuð. Þetta er rosalega erfið spurning, sko. Ég held að það myndi vera þetta með sko gerviþarfir og alvöru þarfir. Við förum aftur þangað. Já. Þú veist, ég held að sé það því að það er óbúslega auðvelt að gera plön og það geta allir orðið ríkir í Excel-skjali. Það er bara svolítið þannig. Þú getur alltaf reiknaði niður á einhverja frábæra niðurstöðu, sko. En það er miklu erfiðara að fylgja eigin plönum. Já. Og svo gerist það líka alltaf og ég er alveg segum það held ég eins og allir að eftir því sem maður síðan hefur aðeins meira, eftir því sem maður eldist, þá bara eyðir maður meira. Já. Og ef maður vill vera mjög skynsamur sem að allir eiga auðvitað að vera, að þá skiptir það í rauninni alltaf máli. Þetta ráða á alltaf við. Bæði þegar að maður er bara berjast fyrir því að eiga bara fyrir grjónagraut, sko, og það er varla að sleppa til. Og svo þegar að maður er orðin eldri og vonandi komin á betri stað og þarf ekki alveg að berjast fyrir því að eiga fyrir grjónagraut lengur. En þá skiptir það samt alltaf máli fyrir mann að átta sig á því hvað eru raunverulegar þarfir sem ég þarf að uppfylla með þeim fjármunum sem ég hef og hvað eru gerfiþarfir. Akkurat. Þú veist, ég þarf föt og svo fer eftir í við hvað maður er að vinna, ég minna mér að vinna svo þá þarf ég að vera snyrtileg. Já. Ég þarf samt ekki endilega að kaupa rándýrar merkjadraktir, sko. Nei. Þú veist, þar ertu komin yfir í gerfiþörf, þú þarft samt að vera fínn, þú þarft að vera snyrtilegur, þú þarft að vera í vönduðum fötum. Þú þarft mögulega bíl til að komast á milli staða, svo maður þarf að það hvort þú þurfir hann eða ekki, en segjum svo að það sé niðurstaðan, það sé grunnþörf, þú þurfir það, býr lengst í burtu eins og ég eða eitthvað, en hann þarf kannski ekki endilega að kosta 10 milljónir þó þig langi hann, eða 5 þó þig langi hann, þú getur fengið eitthvað skynsamlegra. Algjörlega. Sem skilar þér sömu niðurstöðu, sko. Algjörlega. Og svo er þetta að fara með þetta yfir í bara allt mögulegt annað líka. Þú getur alveg fært rauk fyrir því að þú þurfir að gera þig glaðan dag með börnunum þínum reglulega, það er mikilvægt. Já. Það þarf eins og kannski ekki að kosta þig 10-20.000 krónur, sko. Það er að gera eitthvað einfaldara sem skilar sömu gleðinni, sko. Akkurat. Þú sagði mér einsunni frá að þú varst að tala um Excel. Þá fer ég náttúrulega bara alltaf í þessa sögu sem þú sagði mér. Hún kemur alltaf í kollin á mér með matarplanið í vikuna. Excel-skjalið. Akkurat. Mér fannst það magna og þú mátt endilega deila þessari sögum með mér núna. Já. Og fólkinu sem er að hlusta. Sem er akkurat. Ég er náttúrulega ferkantaði verkfræðingur og hefur gríðarlega gaman að Excel-skjölum. Allt sem ég ger í Excel-skjölum og þegar að við maðurinn minn byrjum að búa, að því að eins og ég kom inn á áðan þá fer ég beint úr því að vera úlingur og barn og yfir það að vera fullorðin. Ég verði semst ólétt þarna 17 ára gömul á öðru ári mennskóla og stofna síðan heimili. Og þá þegar maður er að gera það og svo sem bara hugsa ég alltaf þegar maður er að stofna heimili og tala ekki að maður er eignast börn á sama tíma og svona, að þá er bara ekki mikið til af peningum til þess að láta hlutin að ganga upp. Og ég man að við vorum að fara í einhverja framkvæmdir líka, þú veist, verandi með bara enga möguleika á að leggja fyrir, þá þurftum við samt að fara í og ætluðum í sjálfskapaviti að fara í framkvæmdir sem myndu skapa okkur betri framtíð. Og ég lagðist yfir í rauninni bara í hvað við værum að eyða. Með það markmiði að reyna að finna einhverja leiðir einhverstaðar þar sem við gætum dregið saman og lagt fyrir, því að það var bara bráðnauðsynlegt. Og ég komst að því eftir að hafa skoðað einhverja 2-3 mánuði aftur í tíman að eina leiðin fyrir okkur til þess að spara eitthvað var að hætta að borða. Sem náttúrulega gengur ekki upp. Nei, það er pínuflókið.
gengur ekki alveg og við vorum alltaf með barn líka og svona og ekki gáttur átti hann hægt að borða, það gengur alltaf ekki heldur. Nei. Þannig að það þurfti einhvern veginn að leysa það að draga saman í þessum matarinkaupum án þess að hægt að borða. Þannig að ég bjó mér til sem sagt lista yfir allt sem ég gat eldað fyrir okkur sem að kostaði 1000 kall eða minna. Gott, við vorum ekki orðin þannig 4 eða 5, 5. barni var örugglega bara ennþá brjóstabarn sko. Og bý mig til þennan lista og hann var alveg nokkuð ítarlegur og svo til þess að þetta yrði nú ekki leiðinlegt því að mikilvægt að lífið sé skemmtilegt og það er sérlega skemmtilegt í Excel-skjölum að svo við höldum því til haga fyrir mér allavega það var mjög skemmtilegt í Excel-skjölum að þá sem sagt dró ég saman svona líkil hráefni í öllum þessum réttum sem ég hafði úr að spila og bjóð svo til svona skema fyrir vikuna bara mánudag, þriðjudag, miðvikudagur og það og með randomfallinu í Excel að þá bjó ég mér alltaf til bara á sunnudagskvöldum að þá bjó ég til matseðil fyrir vikuna. Þannig að þá kom þessi annars svona fábreytti og frekar leiðinlegi matseðil, hann kom mér þá allavega örlítið og óvart alltaf. Mér finnst þetta geggjuð business hugmynd. Já. Og mér finnst bara ótrúlegt þú sért ekki farin af stað í að búa til appið. Já, það er rétt. Þá voru alltaf ekki til upp, sko. Nei. Þótt að sé mjög stutt síðan. Þá meina ég í dag að bara í dag, að fara í þetta. Þetta er náttúrulega alveg algjör snild. Þetta er það sem að þetta gerði þó líka er að með því að halda þessari reglu og búa til matseðil á stundum og fara svo og kaupa í matinn að þá kaupi ég líka inn fyrir vikuna og það er alveg ótrúlegt og ég veit að allir sem að hlusta eða munu hlusta og þú sjálfur líka kannist við það að ef að maður fer einu sinni í viku og er búin að skipuleggja vikuna og er síðan bara mjög harður við sjálfan sig á því að fara ekkert þess á milli þú ert ekkert að skjótast út í búð eftir einhverju smotteri, bara kaupir inn fyrir vikuna og það er bara það sem þú hefur til að spila úr að þá er alveg magnað hvað það getur sparast í upphæðum og maður er samt einhvern veginn ekkert að elda eitthvað verri mat heldur en þegar maður er að fara á hverjum degi annað hvern dag og ég kann enga almennilega skýringa á þessu vegna sem mér finnst því að svo missi ég tökin alveg reglulega, ég geri þetta ennþá ekki reyndar með þetta Excel-skjal og mat undir 1000 kall fyrir fjölskylduna en ég geri þetta ennþá og ég finn alveg að þegar að koma einhverjir álagstímar, eitthvað gerist, planið ruglast og ég klikka á þessu og við dettum í það að vera að stökkva bara á hverjum degi eftir því sem við ætlum að elda og símtali á leiðinni heim úr vinnunni bara verið á hvað eigum við að elda þetta að þá ríkur matarkostnaðurinn upp og við erum samt ekki að elda betri mat akkurat. Það er bara, þetta er alveg með ólíkindum akkurat. Þetta er rannsóknarefni fyrir einhverja sálfræðinga ekki verkfræðinga allan daginn en þú nýtir það ekki þú ert að kaupa minn fyrir vikuna þá ert að nýta þér heimkaup eða krónun Já, svona heimsendingar þjónustu ástæðan fyrir því og nú má svo sem einmitt alveg rökraðum það er aðeins dýrara einingaverðið það er það bara svona haldið því til haga en tímaspartnaður Já, tímaspartnaður kemur þarna sterkur inn og ægin sem að það gefur manni að gera þetta í tölvunni Mér finnst það skila mér bara heilt yfir þó ég sé í sumum tilfellum að borga aðeins herra einingaverð fyrir vöruna, sumum ekki, það er mismunandi og allir gangur á því, sumt er ódýrara, bara eins og gengur eftir hvort fyrir krónun eða bónus eða hvert þú ferð að þá það sem ég fæ út úr þessu er það að ég er að versla heima hjá mér í eldhúsinu með skápana opna, ég næ miklu betri nýtingu og það sem ég er með í skápunum fyrir og svo þegar ég er búin að setja í körfuna ef hún er eitthvað undarlega dýr að þá rúlla ég yfir aftur og sé bara byttu, já nei, ég þarf ekki þetta hendi því út og hendi því út, þetta gerur ekkert á kassanum í bónus þegar þú er búin að rúlla öllu í gegn nei, og kannski komin með 8-9 póka, ég með 5 manna heimili 3 úlinga, töluverð matarinkaupin þá er ég ekkert ef allt í einu það sem ég á að fara að borga er 15.000 krónum herra en venjulega 10.000 krónum herra en venjulega þá er ég ekkert að fara að segja eru byttu og fara yfir og tína út og skila einmitt. En hvernig finnst þið sumum finnst nefnilega bara merkilega gaman að fara í búðina og þá sérstaklega að kaupa sér svona einhverja næs hluti eins og eitthvað gott kjöt eða súkkulaði Edda Hermannsdóttir var hérna hjá mér og hún einmitt talaði um þetta hún gerði þetta, nýtti eins og í viku að kaupa stórinkaup og einmitt hjá Krónunni en fór svona stundum í búð til þess að kaupa sér gott súkkulaði Já,
ég skil það vel, ég menn maður fer stundum eins og segið, þú veist, svo þetta ég fyrir vikuna, svo maður kannski með eitthvað svona ekstra gott á laugardagskvöldi þú veist, og þá stekki eftir því en það má ekkit vera oftar en einu sinni í viku af því að þá fylgir alltaf eitthvað svona aðeins með og þá getur líka verið bara skemmtilegt að fara í einhverja sérverslanir sko. Og talandum gerviþarfir og alvöru þarfir, þá það svo sem gerviþörf sko, en það gerviþörf sem ég uppfylli mjög meðvitað já. Nei, maður finnur alveg munin á kjötinu eins og úr borðinu einhver staðar eða þú veist í pakka frá maður finnur alveg munin og hvort sem maður finnur hann eða bara af því að manni finnst þetta skemmtilegra og svona, eða það er bara allur gangur Akkurat. að þú veist, maður gerir það alveg klárlega, en svo ég líka eins og segja, því að ég náttúrulega með heimili fullt af úlingum að þá ég líka stíf á það eins og með þú veist keks og nammi og súkkulaði og eitthvað svoleiðis að ég passa bara upp á að það sé ekki til og vegna þess að ef það til í skúfunum að þá bara svo skiljanlegt, þú kemur heim og þú ert 15 ára og þú ert ofboðslega svangur og valið stendur á milli þess að fara að búa þér til einhvern mat eða grípa bara homblestpakkan sem í skúfunni og slátra honum. Það náttúrulega geggjað. Já, þú veist, það bara homblestpakkin, bara auðvitað. Skiptir engu máli hvað þú ert frábær og agaður og flottur úlingur, þú veist, það bara mun gerast. Og þá bara eigum við það ekki til. En svo alltaf með kósíkvöld og þá til nammi, hjálpi mér. Maður ekki skinnheilagur og bara aldrei nammi, alls ekki. Nei. Það verður líka að fá svo smá nammi. Já, það er svo gott í sálina. Já, allt í bara góðri blöndu, sko. En við vorum búin með besta sparnaðaráðið. Hvað er versta sparnaðaráðið sem þú fengið? Þú eru ekki með erfiða spurningar. Versta sparnaðaráðið. Hefur aldrei fengið slæmt sparnaðaráð kannski? Nei, þá bara greinilega bara gleymi ég þeim jafnóðum Já, það er enda mjög sniðugt Já, algjörlega Við getum alltaf bara að skipa þá yfir þessa Við þurfum ekkert að þetta er einhver slæm sparnaðaráð Einhver slæm sparnaðaráð, nei, það er ekkert svona sem ég man eftir, sko Nei Það er það ekki, sko Nei, það skulum við bara skoða að þú talaðar að hann að það væri mikilvægt að hafa heimilisbókhald sjálf með heimilisbókhald Já, ég gerir það Hvernig ertu alveg svona nýtt í greiti, ertu alveg að fara í alla díteila, þú veist, ertu að setja Nei, ekki lengur og það er náttúrulega, ég gerði það hins vegar sko og það er náttúrulega ræðist að því og bara svo ég komi nú svona inn á það og bara hvað segir maður, ávarpi það að það er auðvitað algjörlega óþolandi ef maður að berjast við að ná endum saman að hlusta á einhverja manneskju eins og mig sem að hefur það bara fínt vera að gefa einhver sparnaðaráð en þá ætla ég að koma að því að þó svo að maður hefur það fínt í dag og fyrir vikið þá ég ekki alveg svona nýtt í griti að þá megnið að minna æfi þá hef ég bara alls ekki haft það fínt þannig að fyrir vikið þá líka svona átta maður sá þessu ég man alveg eftir því þegar maður var ungur og var að berjast fyrir því bara eiga fyrir mat og svo var eitthvað svona fólk í jakkafötum að reyna að leggja manni í línutnar og segja manni hvað væri nú sniðugt að gera og það er bara þannig og það er bara staðreind að auðvitað, það er bara miklu auðveldar að spara ef þú ert orðin eldri og komin á betri laun bara sjálfsögðu, það er bara þannig og þú ert ekki að berjast við að eiga fyrir grónagrautnum eða gráta því svefn á kvöldin því þú veist ekki hvernig ætlar að fjármagna afmælisgjafir það er bara himin og haf þar á milli. Þannig að heimilisbókhaldið mitt er aðeins öðruvís í dag, ég er ekki alveg jafn nýtt í gritti, en það sem ég geri samt er ég fylgist með því og þetta er náttúrulega annars vegar að þá er þetta þessi föstu útgjöld sem að bara, húsnæðislán og hiti og rafmagn og fasteignagjöld og þú veist, allt þetta, bifreiðagjöld og tryggingar og skólamatur og svona ýmislegt sem eru bara föstu gjöldin og svo sé ég eftir það úr hverju ég hef að spila og þá er ég með ákveðna fasta upphæð sem að ég legg fyrir og svo fylgist ég með því í hvað hitt er að fara og það getur náttúrulega auðvitað verið aðeins mismunandi eftir því bara hvar við erum stödd á árinu í hvað það er. Það eru dýrari mánuðir þegar all afmælin eru og jól og eitthvað svoleiðis. Akkurat. Og og fylgist á með bara í heildina séð hvað við erum að eyða í mat. Það er þá kannski mikilvægt bara þegar maður er yngri að vera með heimilisbókhald. Já, ég myndi segja að það væri alltaf mikilvægt sko. Bara eins og svo vill maður líka alltaf vera skynsamur og það skiptir máli að leggja fyrir og vera með varasjóði ef eitthvað kemur upp á og slíkt. En náttúrulega sérstaklega þegar maður er að byrja
og það að byrja getur verið mjög vítt hugtaki, menn það getur verið bara fyrstu 10-15 árin, þetta getur alveg verið langur tími. Og ég tala nú ekki þegar maður er með sko, heimili fullt af börnum, það er dýrari heimilisrekstur þegar krakkarnir eru á heimilinu, eðlilega, að maður sé mjög skipulagður þá og á sama tíma, og það er náttúrulega svolítið flókið, á sama tíma maður að reyna að balansa það og halda sko, heimilinu gangandi, að þá maður líka á þeim tíma á æfinni, þarna á bilinu kannski 20 til 30-35, sem að það skiptir óbúslega miklu máli að maður horfi til þess að svo verður maður einhvern tíma 60 sko. Og maður sé að horfa á það líka. Og það getur einhvern veginn verið svo óbúslega fjarlægt þegar að þú ert bara að berjast fyrir því að eiga fyrir reikningum og mat, að þurfa að hugsa líka byrju, já, svo ætla ég einhvern tímann að verða 60 og ég þarf líka að hugsa það. Og það skiptir máli að gera það á þessum tíma, sko. Ekki þegar maður er 55. Einmitt, það er nefnilega málið. Maður þarf líka að hugsa það. Já. Og þá koma ég með streikin í bókina. Og þú ert með, er það ekki fyrir okkur alveg fullt af góðum trikkum? Fullt af góðum trikkum, varðandi lífeyrissjóði. Og eins og segjum, svo að fólk slökkvi ekki bara núna þegar maður byrja að tala lífeyrissjóði, þá eru þeir mjög skemmtilegir. Það mestu miskilningur. Algjörlega, ég held alveg sammála. Ekki það, ég held að þetta væri alveg hundleðilegt efni, en svo fórum við að tala við þig og ég var bara, heyrðu, það er bara gaman. Akkurat. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem skiptir okkur öll máli, af því öll ætlum við að verða gömul. Og meira sér svo maður heldur ekki gleyma því að sko, þú getur byrjað að ganga á þennan sparnað, semst ekki hefðbundi lífeyrissjóð heldur, viðbótar lífeyrissparnað, þegar þú ert 60 og það er bara ekki droslega gamalt að vera 60 ára í dag. Nei. Þá ertu bara í fullu fjöri og frábært að eiga þá byrjar að losna þessi sparnaður, geta byrjað að sko njóta lífsins og gera eitthvað þá og meðan að maður er ennþá með heilsu og sprækur. Þannig að það skiptir heilmiklu máli. En þá er sem sagt í rauninni þarna tvennt sem að maður myndi huga að strax þegar maður er bara ungur og er að bara byrja að vinna. Það er annars vegar að vita það í hvaða lífeyrissjóð maður er að greiða. Stundum hefur maður ekkert val. Það er allir gangur á því, það fer eftir því við hvað maður er að vinna, hvort maður hafi val. En þó maður hafi ekki val og maður sé skikkað til að borga einhvern sjóð, að þá er það örugglega ljómandi fýtt sjóður líka, þó þú hafir ekki valiðan per se, að þá er örugglega frábær sjóður og að gera sko kynna sér líka bara hvað er í boði þar. Hvernig virkar þessi sjóður, hvað er ég að fá í réttindum, hef ég eitthvað val að láta hluta af þessu fari séreign, þú veist, hverju get ég stýrt og stjórnað. Það er eitt, hitt er síðan það að byrja með viðbótarlífeyrissparnað. Jafnvel þó maður sé bara 18, 19 og sé að vinna aðra hverja helgi. Að vera samt með viðbótarlífeyrissparnað. Af því að þessir 1000 kallar sem þú ert að leggja fyrir þá, þeir eru eftir að margfaldast svo svakalega því þetta er svo langu tími þá þú verið 60. Og svo má náttúrulega ekki gleyma því heldur að svo við svona rétt komum inn á það ef að einhver veit ekki munin á þessu tvennu að þá er skylduspartnaður eins og við kallum það, hefðbundin lífeyrissjóður. Það er sjóðurinn sem þér ber skylda til að greiði. Þú borgar sjálfur 4% af þínum launum og svo færðu á móti frá atvinnurekanda á bilinu 8 til 12,5 aðeins mismönd eftir kjarasamningum og svona það er mótramlega og þar ertu svona heilt yfir að safna þér réttindum sem þú byrjar svo að taka út og færa ákveðna krónutölu á mánuði. Viðbótarlífeyrissparnaður er hins vegar sparnaður sem að þú leggur fram 2-4% af þínum launum fyrir skatt eins og í hinnu tilfellinu og færið á móti 2% frá vinnuveitanda sem er það rauninni eins og launahækkun og þetta safnast upp sem bara krónutala. Þú ert ekki að ávinna þér réttindi eða eitthvað slíkt, heldur safnast þetta bara upp sem krónutala og þegar að þú nær 60 ára aldri þá getur þú byrjað að taka út annarkvort bara allt í einu ef þú vilt og fara og eða 2 árum í heimsreisu skilurðu, hvað svo sem, kannski ekki að skynsamlegast en þú mátt gera það, þú ræður. Eða þú getur byrjað að taka út 200 skall á mánuði, 100 skall á mánuði og séð hvað það endist. Ef þú skiptur skoðun eftir 5 ár, þá getur þú bara hætt að taka út og tekið restina eða hvað svo sem er. Þú ræður þessu sjálfur. Og það skiptir heilmiklu máli vegna þess að skyldulífeyrissjóðurinn, hann öllu jafna greiðir þér fasta greiðslu á mánuði frá því þú byrjar og ævin á enda.
og þess vegna skiptir heilmiklu máli að hafa þessa viðbót vegna þess að nú vitum við það alveg að ævi okkar flestra þannig að þegar við hættum að vinna, hvort sem það 65 eða 67 eða 70 eða 60, að þá erum við hressust fyrstu kannski 10-15 árin. Einmitt. Svo fer að halla undan fæti. Bara líffræðilega, þannig bara það. Já. Og þá vill maður gjarnan geta haft meira úr að spila fyrstu árin þegar maður hress og svo maður tilbúin til að draga saman seglinn svona þegar maður að detti í 75, 80. Akkurat. Svo getur það verið mismunandi, en svona heilt yfir, þá það þannig. Svo skiptir þetta líka máli vegna þess að hefðbundin lífeyrissjóður að honum ekki ætlað að greiða þér sömu laun og þú ert með þegar þú hættir að vinna. Einmitt. Hann ekki uppbyggður þannig. Það nefnilega algengur misskilningur. Hvað maður að lækka yfir þetta svona mikið í launum cirka? Það getur verið svona 30-40%. Já. Eins og þetta núna, svo reynda verið að hækka iðgjöldin inn í samtryggingasjóðuna núna. Okay. Þannig að það gæti eitthvað breyst, en á móti kemur að við erum líka að lifa miklu lengur. Já. Sem auðvitað frábært vandamál, ég veitur orðað þannig. Já. En þú veist, þegar þetta einn pottur sem það borga allir inn í einn sjóð og hann þarf að borga öllum út og þá ef allur hópurinn fyrir allir að lifa miklu lengur en hann gerði þegar planið var gert, þá það ákveðin vandi. Það getur orðið það. Já, þannig að svona öllu jafna þá má alveg reikna með því að maður sé að lækka á bilinu 20-30 til 40% cirka. Og það mjög mikilvægt að vita af því og þannig kerfið sett upp. Hugmyndin þar að baki auðvitað svo að þegar þú ferð á ellilífeyri að þá ertu vonandi búin að greiða upp húsnæðislánið þitt, börnin eru farin að heiman, þannig að heimilisreksturinn hann ekki jafn þungur. Eins og þetta var fyrir kannski 50 árum síðan þegar við var að koma þessu kerfi á, að þá var það líka þannig fyrir 50 árum síðan, að fólk sem var 67 ára, það var líka orðið mjög gamalt. Já. Þannig að það var ekkert endilega verið að reikna með því að það væri að lifa jafn mikið eins og það gerir í dag. Þannig að þar hefur líka bara tíðarandin og heilsan breyst. Fólk sem að hætta að vinna í dag, það ekkert tilbúið til að setjast upp í sófa og fara að prjóna, sko. Bara alls ekki. Nei. Það þó það sé ekki með jafn dýran heimilisrekstur eins og það var, að þá það kannski komið í alls konar dýr áhugamál og bara vill njóta lífsins og geta sinnt börnum og barnabörnum vel og golf hinga á hókaðum heiminn alveg bara geta stutt við börnin sín og barnabörn og hafa svona fjárhagslegt bolmagn til þess og geta bara haldið áfram að lifa. Mér langar svo að tala við 10 ára sleðan. Já, einmitt. Mér finnst það svo merkilegur. Hann það. Og það nefnilega með viðbótarlífeyrissparnað sem að veldur því að ég held og ég vona að fólki finnist hann áhugaverðari í dag þó maður sé ungur og það vegna þess að við hafa orðið ýmsar lagabreitingar á síðastlinnum árum sem að færa þennan sparnað miklu nærmanni í rauntíma. Já. Það ógeðslega erfitt, bara mannlega, að bara byrja að spara og byrja að gera eitthvað og skerða vissi tekjur í dag út af einhverju sem þú ert að fara að gera eftir 40 ár. Einmitt. Það bara rosalega erfitt að taka þá ákvörðun þá einhvern veginn. Þó þessi skynsamlegt. En það sem hefur verið gert núna með viðbótar lífeyrissparnaðinn að það búið að koma á lögum sem að ganga undir heitinu fyrsta íbúð eða fyrsta fasteign sem að heimila fólki sem að kaupa sína fyrstu íbúð að nýta iðgjöldin sem að koma skattfrjálst inn í viðbótarlífeyrissparnaðinn, nýta þau til þess að kaupa sér íbúð. Já. Og þetta semst virkar þannig að þú hefur 10 ára tímabil, þetta svona eins og sleði, 10 ára tímabil sem að þú hefur til þess að nýta iðgjöldin með þessum hætti og þú hefur þá val það hvort að þú viljir taka út einhvern hluta og nota þá næstu árin og eftir til þess að borgin á lánið eða bara horfa til framtíðar og nota iðgjöldin til þess að lækka lánið í jafnóðum. Já. En svona grunnurinn að þess að þú hefur þarna möguleikan á því að nota 500.000 á ári í 10 ár, sem þá samtals 5 milljónir, af viðbótarlífeyrissparnaðinu þínum skattfrjálst til þess að auðveldar þér að eignast íbúð. Já. Og ef við tökum til dæmis bara dæmi Jón Jónsson, ferlegt þetta Jón Jónsson á Íslandi, hann alltaf notaður í öll svona dæmi. Tökum frekar Friðrik Dór. Friðrik Dór, já, tökum hann frekar. Friðrik Dór, hann í háskólanámi, segjum það, skynsamur samt og byrjaður með viðbótarlífeyrissparnað, að vinna á sumrin og leggur fyrir viðbótarlífeyrissparnað af tekjunum þá. Og hann í háskóla í 3 ár, segjum það, svo fer hann að vinna í 2,
öll þessi ár, 5 ár er hann búin að vera að borga í viðbótarlífeyrissparnað. Svo kaupir hann íbúð þarna, eftir hann búin að vera á vinnumarkaði í 2 ár. Þá hefur hann val það hvort að hann vilji taka öll 5 árin sem hann er búin að vera að greiða í viðbótarlífeyrissparnað upp að 500.000 krónum á ári, það stoppar þar, taka það út skattfrjálst og nota það til þess að aðstoða sig við að brúa þetta útborgunarbil, eða hvort að hann vilji bara horfa alveg til framtíðar og nota bara næstu 10 árin til þess að borgin á lánið. En svo getur hann líka gert, sem er kannski skynsamlegt og maður ætti alltaf að gera, hann ætti að horfa á þessi 5 ár sem hann er búin að vera að greiða og að tuga býttu við. Síðustu 2, þá var ég í fullri vinnu, þannig að þá er ég væntanlega að nálgast það að ná 500.000 krónum á ári. Já. Hin 3 á undan þá var ég í háskólanámi, ég var að leggja fyrir og spara sem er skynsamlegt, en árin mín þar er ekki að ná 500.000 krónum. Nei. Þannig að þá myndi maður sleppa þeim. Já. Vegna þess að þetta er þannig að þú hefur 500.000 ári í 10 samfelld ár, en ef að þú nærði ekki upp í 500.000 kallinn einhver árin, þá flist ekki upphæðin á milli. Nei, þannig að maður myndi sleppa þannig árum nema þú bara nauðsynlega þurfir á þeim að halda, myndi maður sleppa þeim, og Friðrik myndi þá taka út þessi 2 ár þar sem hann var á fullum launum, fá það greitt út sem hann hafi náð 500 skallum og færa hann 1.000.000 skattfrjálst, sem að, dekkar auðvitað engan veginn útborgun en hjálpar til. Já. Og svo þá er hann búin að taka út 2 og þá á hann 8 ár eftir. Já. Þannig að næstu 8 ár að þá í hvert sinn sem að það kemur iðgjald inn í viðbótarlífeyrissparnaðinn, að þá tekur sjóðurinn það strax og skilar því án þess að þessi dreginaði skattur inn á höfustólinn á íbúðaláninu. Og lækkar það þá þannig alltaf 500.000 krónur á ári þessi 8 ár. En má maður eitthvað að vona því að þetta hætti? Þú veist, þetta eru lög, segir Þau eru sett til eilíðar, þetta er orðað þannig. Þau eru ekki tímabundin. Nei. Þannig að ég reikna með því að börnin mín muni nýta þetta þegar þau fara að kaupa sér íbúð og þetta verði bara í gildi áfram. Auðvitað er það þannig með öll lög að þau eru alltaf bara mannanna verk. Og það er hægt að breyta þeim. Akkurat. Þannig að ég get svo mikið lofað upp í erminu á mér eða næstu ríkisstjórnum að það muni ekki breytast. Við skulum bara vona að það gerist ekki. Nei, það er allavega ekkert sem bendir til þess og ég meina þau eru sett til þess að vara að eilífu og þetta hefur reynst vel og þetta gengur vel og fólk er að nýta sér þetta. Ekki nógu margir samt. Nei. Og það svo sem kannski líka bara ræðist af því að ef við skoðum til dæmis bara hversu margir af bara vinnandi einstaklingum eru með viðbótarlífeyrissparnað, þá er það bara rétt helmingurinn. Og það er allt of lítið. Já. Því að þetta er þægilegasti, einfaldasti sparnaði sem þú færð, launagreiðandinn hjálpar þér, svo getur þú notað hann með þessum hætti ef þú ert að kaupa þér þína fyrstu íbúð og færð þá í rauninni aðstoð frá bæði vinnuveitandanum þínum og ríkinu við að kaupa íbúð. Einmitt. Segir ekkert nei við því. Eins og fyrir mig, þegar ég byrjaði að vinna fyrra hjá leikfélagi Akureyrar, þá var ég bara, fyrsta sem ég raun og veru sagði við kona sem var að nefni, bara, heyrðu, ég ætla að borga í þetta og bara þarf að gera þetta og bara græja þetta og þú varst náttúrulega búin að tala svo mikið þetta að þetta var eina sem einhvern veginn væri í kollinum á mér, launin, ég vissi ég fengi þessi laun en bara þetta þarf að gerast akkurat. Og pressaði á það, en svo er náttúrulega eins og fyrir mig, nú klára ég að vinna hjá leikfélagi Akureyrar og er orðin verktaki, þá flækist málið bara svolítið. Já og nei, jú, það flækist auðvitað. Það er bara, það er allt flóknara við að vera verktaki en að vera launamaður. Það er bara þannig, Því fylgir bara meira vesen, ýmsir kostir en meira vesen í öllu svona. Og sem verktaki þá er það í rauninni bara þitt, þá er þú komin beggja megin við borðið. Og þú þarft þá í rauninni bara að, þú ert að bara gera upp á þinni kennitölu eða stofnar eitthvað félagi kringu það, bara spurning, en það er þá alltaf þannig að bæði framlag launþega sem er þú og framlag launagreiðanda sem er líka þú, það kemur þá bara úr sama vasa þannig að það er maður skilur alveg að fólki finnist það fyrir viki, þá ertu náttúrulega búin að missa út þennan kost sem er að launagreiðandi sé að hjálpa þér en á móti kemur að þú ert að fá þetta inn bæði þá bara þarna inn í viðbótarlífeyrissparnaðinn og svo áfram inn á lánið ef að þú velur að gera það skattfrjálst. Þú greiðir þetta inn í viðbótarlífeyrissparnaðinn áður en það tekir skattur af þessu
borgar ekki tryggingagjald af þessari upphæð heldur fyrir vikið, þannig að það lækkar það aðeins á móti en þarf maður þá ekki bara að semja launin sín, bara að hafa þetta í huga þegar þú ert að Jú, í rauninni, ef þú ert verktaki þá þarf þetta bara að gera ráð fyrir þessu Já, hafa þetta með Akkurat. Og þú getur auðvitað stýrt í líka aðeins, þú getur að vera með 2% eða þú veist, eitthvað slíkt sko síðan svona varðandi flækjuhliðina þá mjög einfalt að skila þessu inn. Það eru flestir viðbótarlífeyrissparnaðir bjóð upp á kröfuáskriftir eða bara mjög þægilega leiðir til þess að ganga frá þessu. Því það alltaf líka einhver svona vesennispappisvinna sem fylgir því að vera verktaki sem að launadeildin sér venjulega annars staðar. Mér þetta hafi ekkert verið neitt rosalega flókið þegar ég fór að gera þetta svo eftir Akureyri. Akkurat. Og ef við bara klárum þetta á að því að við erum svo mikið að tala um sparnaðaráð eitt sparnaðaráð að lokum, eitthvað sem við erum kannski ekki búin að tala um, eitthvað sem við finnst mikilvægt Já, það í rauninni eins og segja, ég hamra aftur á heimilisbókhaldinu að þá held ég að sé mikilvægt að koma því að aðal sparnaðaráðið í því ekki endilega bara að færa allt inn samviskusamlega, heldur að þú sért að gera það með þeim hætti að það gagnist þér til að fá yfirsýn yfir það hvar þú ert að eyða peningum í eitthvað sem þú vilt ekki eyða peningum í. Þú veist, að þú skoðir bara býta hvað ég að borga í alls konar áskriftir og tryggingar og eitthvað svona, því að það safnast allt saman. Eitthvað af þessu sem þú veist, ég ennþá bara að borga fyrir áskrift af einhverju sem ég aldrei að nota, þú veist, getið sleppt í. Og að það veiti þér yfirsýn og þú áttir þig á því hvað að fara mikið á hvaða stað og svo það þessi regla sem ágætt að átt að sjá að það yfirleitt skoða bara hvað stæðsti útgjaldaliðurinn, hvað það að það yfirleitt auðveldast að vinna þá aðeins á honum. Akkurat. Og það eru yfirleitt, myndi ég ætla á flestum heimilum, þá það maturinn. Já, það bara Veist, þannig að ég held að besta eins og þú sagðir, maður þyrfti bara að hætta að borða einmitt. Ég sá það einmitt þegar ég var að fara yfir þarna hjá okkur, við vorum ekki með neitt, við vorum bara með húsnæðislánið, við vorum ekki með neina skuldbindingar sem var beinlega sætt að skera eitthvað niður. Þetta var bara algjör grunnur og það var bara maturinn sem var bara að keyra okkur í kaff. Og þá var þetta skoða fór þetta eins og app eins og Menika. Akkurat, einmitt, það mjög sniðugt. Veitir manni óbúslega góð yfir sín. Já, getur settið markmið og sýnir þér líka svolítið hvar þú stendur með við aðra. Já. Þú veist, bara fjölskylda af þinni stærð í þessu hverfi, hvað hún að eyða í mat? Einmitt. Þú veist, og eitthvað svona, þannig að þú sjáu bara, þetta eðlilegt? Já, akkurat. Þú veist, af því að svo líka, ég meina, við búum bara í landi þar sem að laun eru há og matur dýr og fyrir vikið kostar hlutinir bara heilmikið. Já. Þannig að maður fær oft áfall þegar maður horfir á og hugsar bara vá hvað maður að setja mikinn pening í þetta. Akkurat. Og þá oft líka ágætt að fá svona aðeins viðmið bara hvað eðlilegt. Einmitt. Og einmitt eins og segir áskriftir hinga og fanga, þú ert með kannski í gegnum símaðinn einhver forrit, eitthvað svoleiðis, þú ert með sjónvarp og net og allt þetta eins og þú finnst bara foreldrar mínir. Þau töluðu daginn og þau voru búin að vera að borga netið heima hjá sér á 2 stöðum en bara með það á einum og þetta var, þú veist, örugglega góður 100 skall sem var bara basically farin út úr gluggan og þetta eru svo margir staðir ef maður ekki með þetta allt á einum stað og góð yfirsýn yfir þetta, þá getur þetta bara gerst sem er náttúrulega ræðilegt. Bara eins og, var það ekki áramótasköpi núna eða var það ekki núna? Eða fyrra? Annarkvort, allavega, þá voru þeir að gera grína þessu og þetta var bara svo rosalega satt. Já, einmitt, þú veist, það bara poppar upp eitthvað alls konar heimabankan og þú bara borgar og hefur ekki svona í amstri dagsins tíma til þess að vera eitthvað að velta þessu mikið fyrir þér en vilt bara ekki að neitt fara að falla á einhverjum gjalda en þú bara greiðir þetta og þetta allt bara einhverju 1000 kallar. Þannig að ég held maður þurfi svona einmitt að setja niður og sjá bara okkur hvað það sem grunnkostnaðurinn hjá mér, hvað af þessu bara eitthvað svona fastir útgjaldaliðir í hverju mánuði sem ég bara ekkert að nota. Einmitt. Og hef kannski ekki notað lengi. Síminn, þú veist, við erum að gera einhverja betri díla þar en fljótt að koma á stórum heimilum líka. Já, allan daginn. Og ýmislegt sem hættir að skoða þar. Akkurat. Já. En heyrðu, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Já, alltaf gaman að koma. Þú finnur ítarlegri upplýsingar fjármál og hvernig við öðlumst fjárhagslegt sjálfstæði á vefsvæði leitinadpeningunum.is eða leip.is. Auk þess erum við með Facebook síðu og Instagram undir heitinu Leitin að peningunum.
Ég heiti Júlí Heiðar og ef að þú ert með efni sem þú vilt að við fjöllum þá endilega senda okkur skeyti gegnum vefsvæðið okkar eða á samfélagsmiðlum. Leitin að peningunum framleitt af embætti umboðsmanns skuldara með stuðningi frá félagsmálaráðuneytinu.